þið heyrðu rétt, já. Gauðum að stæla, bitch! Já, what's up, maður? Við erum mættir hérna. Let's go! Við erum hættir Af hverju byrjum oft að rappa? Já, með freestyle. Þetta er alveg annað þriðja skipti, sko. Þetta er eitthvað svona, dæmi á Unnari. Ég veit ekki, hann er eitthvað. Þú byrjaði ekki að rappa. Já, þetta er svona tissum, þetta er svona. Þetta er ekki verið að henda Unnari undir rútuna, sko. Þetta er artistinn í mér. Rapparinn í mér. Já, það þurfa allir að rappa, sko. Já, þú veist, kunni að rappa, skilur. Kanntu að rappa, en kanntu að rappa. Var ekki einhver lína á hérna GSM? Þú veist, kanntu að rappa. Ég held það, var þetta ekki postað? Jú, þetta var eitthvað one-liner. Já, maður. Eitthvað svoleiðis. Hei, hvað segir þér þar? Heyrðu, þetta er búið að fín, það er hérna 50 dagar í dag. Ef við erum að taka þetta upp á 50 degi. Gleðilega mánudag. That's right, yeah, that's right. People. Yeah. Beautiful people. Já, þetta er alveg búin að vera fín dagur hjá mér. Ég fór í... Ég veit ekki, ég er bara, já, þetta er bara búið að vera chill dagur, sko. Ég veit ekki með ykkur en... Nei. Já, bara fucking sweet shit, sko. Maður er bara, það er bara væp, maður er tanaður. Já, Sumar er að koma. Við erum bara svartið með þið núna, sko. Já, Ingi, við erum alveg fucking tanaðir. Tanað þú bara ekki. Þú ert aðeins á hvítur, sko. Þið sem er að horfa, þið sjáu litamunum á okkur. Já, þið verður að leggja inn. Mér finnst það samt ekkert. Ég sko... Jú, hann er bara alltaf svona emo gæði, sko. Er þetta út á emo? Hann er svona iPad-krakki, hann er skilur bara inn á þetta lúk sem þú málar þig hvíta í? Viljandi. Ég mála með einu sinni hvítan og það var fyrir emo-sketsin fyrir Aron. Já, sem hann er ekki sem hann að posta. Já, hann er bara eftir að klippa. Nei, ég mála með tvisvar emo. Já, hann mála? Já, ekki emo, hann mála með svona hvítan, þá var hann að... Trúðurinn. Já, Birnir vídeóðu hana. Já, þannig ég veit ekki okkur en... Já. Þú og Birnir alveg tætt, eða ekki? Jú. Ertu ghostwriter? Þú ert ghostwriter hann, eða ekki? Skrifaðu nokkur lög hana? Ég vil eiginlega ekki vera að tala um þetta, sko. Já, ég sagði Ég veit ekki hvort ég má tala um þetta. Er hann borgaði fyrir það? Nei, ég er að djóka. Ég er ekki, ég skal viðurkenna, ég var alveg að skrifa einhvern tímann einhverja texta. Nei, ég hef, eða hvað? Nei, ég veit það ekki. Ég var ofta að skrifa texta þegar ég var yngri, sko. Já, ég líka, sko. Maður er alltaf tekið textatímabil, sko. Já, ég er að tala bara þegar ég var bara 10 ára, sko. Já, ég er bara youngin, sko. Já, ok. Ég var með eitthvað texta, eitthvað en hugsaði ekki þegar ég er með dóp, hugsaði ekki þegar ég er með á, já, 10 ára, sko. Lífið sem lífstíl. Ég var alltaf svona 14 og ég ætla að vitna ykkur á fótboltum eitthvað, ég er með skils eins og Marcelo og eitthvað, og ég þarf okkur. Ertu með skils? Nei, hæ? Ég man ykkur lína sem skilja eitthvað, ég er með skils eins og Marcelo og Var Marcelo með ykkur svona? Nei, ég var enginn 5-star skilmús. Jú, Marcelo er samt alveg 5-star skilmús, sko. Já, en okkur er Marcelo, okkur ekki Neymar. Já, ég veit ekki hvað það er nett eitthvað. Marcelo, er það ekki Brassi? Jú, það var ekki með. Hann er frá Brasilíu. Left back. Jú, leftbackinn annars með krullar. Er ekki, sko, já, með hana krullar. Er ekki hérna, þú veist, eitthvað svona sports bars, eitthvað svona körfubolta, Kobe, eitthvað, þú veist, er þetta ekki aðeins svo mikið notað? Er þið að spila eitthvað? Já, nei, maður heyrir þetta mjög oft. Þú veist, bara gæra að segja alltaf mikið, bara bálinn eins og þessi, bálinn eins og hinn. Rapparar. Ég er að skjóta við bolta, ég er bálinn eins og möbunum, píka eins og tík. Ég er ekki, þú veist, ég er ekki seint bara eitthvað, bálinn eins og regningi stók. Já, regningi stók. Ekki bara dissa seintina, sko. Nei, seint er okkur maður. Eins og bálinn gett þetta er regningi stók. Hitt eina vonda og við hittum með honda. Er þú ghostwriterinn hjá Já, hann ringir á tími og þá bara byrja ég að spytta og teka eftir hann shit, teka nokkuð shit og komur í gýrin. Ég skrifaði að tala með skít, vörsans herra líka. Ég er spáni, akkurat duna, bönnina brún, geti, sem ekki bubba tiki, debri duba. Já, ég er fokk herra, nei, tjók. Fokk herra. Nei, ég er, sorry, ég er herra. Sjá það herra. Ég myndi ekki fucking, Ekki fokk í herra, Saint Peter, fokk herra. Nei, ég vil ekki bara bífa það þá, sko. Talað Mr. Peanut Butter. Já. Þú veist, þú veist, Ingi, ég og þú, við erum búin að gera vídeo með, þú veist, Flóna, BH, þú ert búin að gera með Saint Pete, skilur bla. Netan er eftir. Hann er svona eini rapparinn sem við erum eftir. Hann bauð mér á Ice Guys premiér. Jú, rétt, við fórum hana saman í úrfélagarnir. Ég veit það ekki alveg, sko. Ég held ég hef ekki eins og talað við hann. Hann sendi þetta á mig eitthvað, þér er bóðið hérna, ég er eitthvað, takk maður.
og svo sendi ég hann eftir þetta takk fyrir að bjóða mér og ég held hann sendi bara að læka eða eitthvað eða ég man ekki hvað hann sagði bara, ég á Spáni, akkurat núna Þau eru basically bestu vinnir, það er sem þú þarf að segja Já Þannig að okkur Birnir ekki Ice Guys Ok, ef Myndi hann ekki fitta fullkomin inn í þetta sem sjötti okkur ekki svona, það nýr meðlemur á mánudaginn Er hann ekki aðeins á getto fyrir Ice Guys? Jú, hann er ekki segja svona nettur Hann er að rappa meitali og svona, skilur ég veit samt Kani, Kani náttúrulega einu sem var að rappa manna 2016, það er bara Línox shit sko. En ég held að hann getur svo gott tvist í þetta sko Hann er sætur sko eins og þeir Já, en þetta Birnir flottur sko Flottur strákur Já, flottur strákur Eða ef einhver hætti þá þarf að ráða einhvern nýjan einn sko En hvað er svona, þú veist, ok, hver er líklegastur af okkur til að vera í Ice Guys? Ingi Ingi náttúrulega frægastur af sko, en Ég segi ekki bara svona hann með uník útlega með tvist svona, ok Ingi, nýjasta meðlum, Ingi þið, 69 Það er ekki skringilega út Ég myndi vilja taka 1 gig með Ice Guys Eina lögutarsöld, fá 20 milljónir í vasan Ég held ég væri bara, ef ég væri bara í stuði bara búin að drekka bara eitthvað 5 orkudrykki eða eitthvað og bara og ég myndi bara all in á stage bara dansa, bara fólk myndi bara halda ég og ég myndi bara borga til að sjá þetta sko. Þú kannt ekki að dansa sko eða syngja Hafið ekki séð mig þegar ég er bara í stuði þá kemur the dance moves eins og ég segi, the beast comes out Jú, við ættum kannski þessi körfbólþýtti á hann Beast comes out En ef við hugsum okkur ekki líklegastur okkur hver er líklegastur af tónlistamönnum í dag til að vera nýji Ice Guys meðlumurinn? Hver myndi fara úr Ice Guys? Ok, við þurfum ekki að fara í það Hver myndi vera sjötti? Ok, ég sko Hver er sjötti Ice Guys meðlumurinn? Erum við að tala með, nei, já, hvað? Ég ætla að segja Frikki Dór Hann er reyndar hann Ok, Birnir, já Þetta er, ok Þetta er, Flóni Já, þetta er Ice Guys Það væri eitthvað skrítið að setja gæla á hann inn Já, ekki skrítið Þetta er Ice Guys Hvað myndi það vera? Bara Ice Gang? Já, það var strax skrítið að hljóma Ice Gang Klámyndband sko Já, það er hvað gæi Ég myndi segja Bubbi Mortens Já What the fuck? Jú, hann var eldar Ég get ekki dansa Nei, reynda, þú veist, Bubbi er alveg í formi sko, ég er að segja hann get ekki dansa Nei, jú, hann var svona Hann var í stjórin Já, ég er að segja það Hann var svona endur frá Komið svona eftir á stjórin Teilum til stjórin Já, getur þú tekið smá svona Bubba, getur þú tekið Krumla sem Bubbi Ég er svo lélegur Buggafæður Nei, þú var geggjaður sérst Nei Krumla Nei, þetta er skellulegt Nei, þetta er geggjað En sko Flottur sko Já, takk fyrir það En hvernig er það svo? Er Flóni, geta hann verið aðskæða sig? Ó, já Já, þú veist Já Þú veist Jú, hann alltaf sætur á það sko Hvað er fleiri? Flóni Ísleifur Issi er alltaf með svona hvítt hár alltaf Þetta syngur svart hár En hann sjálfur með hvítt hár sko Ólafi Jóhann Óli Jóhann gefur einn byggjum Ok, sorry, ég held að það sé eitthvað með eitthvað þeng í gangi við Ólafi Jóhann Hann er ofta, nei, Tommi Nýhugmynd, hvað ef við beilum á þetta Ice Guys eitthvað sjöðmölu, hvað ef við búin til nýtt Ice Guys Nice Guys, nei, er ekki eitthvað til sem heitir Nice Guys Gauður með Stella Guys Nei, bara, ok, hvað ef við gerum Fire Guys Ok, hérna, Fire Guys Hvað ef við búin til sólugöpur sem er Fire Guys Við, TikTokarar, við Ólafi Jóhann Logi Páll Eyþór Völler Fuck it, Egil Breki Fuck it, við erum bara 10 skilur Við erum bara 10 í sluði Fuck it margir Og þetta er bara Fire Guys Eða Fire Bros Þess að svitja þessu Fire Bros Sendi umsókn eða vilja vera partur af þessu Nei Hvað eiga þau að senda? Bara Hvaða e-mail? Firebros@gmail Þeir eru ekki með firebros@gmail Jú, ég er í hjúlbúting firebros@gmail Hvað er Hotmail? Hefur þið verið með Hotmail? Ég er með Totmail Totmail? Nei Núna þurfum við að hafa high pitch bröð Oh my Já, ég hefur verið með Totmail sko Það bara sendir á mig fyrir Tot sko Ég var aðeins að rukka fyrir Tot Já, það er fólk sem herru, hvað er það að rukka fyrir Tot? Það ég geti sett 20 gátt mig í kvöld Ég var að Tota sko Fuck Það er ekki nýbúið verið eitthvað fréttum eitthvað vænd á Íslandi Ok, við ætlum ekki að tala um vænd Við ætlum að fara í næsta lag Það er I'm Ready með AJR Næsta lag hér
Gaurar með Style FM alla mánudag. I'm ready með AJR. I'm ready. Lagt á þessu drengur. Já, fyrir mig einhvern leið eða eitthvað. Má ég hafa þetta undir? Nei. Þú ert alveg hrifin af þessu lagi. Ég elska þetta lag sko. Þetta hræðilegt lag sko. Ég fílaði þetta back in the day sko. Já, þetta svona YouTube lag sko. Ég fór á Svamp Sveinsson myndina með pappa þegar ég var yngri. Og auðvitað var svo Svamp Sveinsson myndir. Þú ert svona Svamp Sveinsson gæðin eða ekki? Já, hvað er eitthvað? Já, nei, ég er alls ekki að því. Þú ert svona gulur hennar, þú ert svona líka. Já, ég finnst bara svo típist, þú er bara svona superfan af Svamp Sveinsson. Þú varst bara svolítið heima að horfa Svamp Sveinsson út lítil. Já, maður, hver var ekki því? Ertu í góður í að gera hláturinn, Anna? Nei. Ekki? Ég er eitthvað að gera með Svamp Sveinsson eftir mig. Fyrst þú elskar þetta svona mikið. Varstu ekki alltaf með hana? Já! Jú. Já! Já, alltaf hérna. Takk fyrir í dag, þetta var Gaurar með Nei, en ég fór á myndina back in the day með pappa og þarna ég var svo spenntur að ég byrjaði að segja ég er tilbúinn eða eitthvað svona ég man ekki hvað hann sagði. Þú varst ruggla barni, ég gleymist því hvað sem brainrot rugglaður varst. Brainrot? Já, varst alltaf brainrot sko. Það var svona gæin í bekkni sem með YouTube channel. Það var svona skrítin gæi sko. Það er sko. Hvað það segja gæin í bekkni með YouTube channel? Það var alltaf einn eitthvað Minecraft YouTube channel eitthvað. Ég var ekki með Minecraft. Þú varst sá gæi sko. Hvernig YouTube varst að gera hann þegar varst hann í sjötta bekk? Vlogs, aðlega. Já, vlog, bara Keyrandi á vespunni líka. Þetta er algjör gull sko. Ég var með GoPro. Ég var sko með GoPro á hjálmunum sko. Til hann það? Já. Nei. Ég sé spila þetta, herri, við erum að skjá. Nei, málega það er svo geggjað að eiga þetta ennþá on the tube út að maður sér bara the growth, skilur. Nú ertu bara, Ingi 69, skilur. Fólk er ekki að grína það fyrir að vera YouTube fólk er grátandi núna, þú ert skellilegandi sko. Akkurat, þú ert skellilegandi. Þetta fólk er að monta sig í dag sko. Það er ekki þekkt The 69 Machine. 69 Machine. Já, ekki kalla það 69 Machine. Ég er oftast kallaður The Beast. Já, ok, herri, viljum við lag? Við byrja að spila lög núna í gömum þetta, sko. Ætti að breyta Ingi the Beast í staðan fyrir Ingi the 69. Ingi the Beast. Jú, mér finnst það kom, sko. Nei, unnar ekki vera kveitin. Jú, eitthvað eins og Knowledge, Integrity, Strength og KSI. Og meira eitthvað svona ESB. Evrópusambandi. ETB, Ingi the Beast. Nei. Já, þetta er gott nafn. Nei, bara Ingi the Machine frekar. Já, mér finnst Ingi the Beast eða Ingi the Machine, sko. Ingi the Machine, eða bara Ingi the 69 Machine, maður, fuck it. Ingi er svona 69 kall, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Mjög eftir YouTubeunum back in the day og komast alltaf intro í byrjun hverst eitthvað. I'm ready. Já. Var þetta lagið hans Tobi? I'm ready. I'm ready. Gæjarnir hétur líka alltaf einhverja stafi og töl og kemur bara á skjáin. Ég ástæðan að segja þetta, ég held að þú ættir að byrja öll vídeóin þín, TikTok-vídeóin þín á þessu intro. Ingi the 69 Machine. Eða bara hana Fireball, beatbox-vídeó sem að þið tókast. I'm a demon. Fireball. Munið eftir að, hvað er hann sköllulegæðin sem á að lægja þetta? Fireball. Pitbull, já. Það munið bara eftir þessu lægi. Pitbull, já. Það er svo skemmtilegt hvað það segir. Fireball. Ok, það var huge sko. Er ég með þetta on the dot? Fireball. Jú, þetta er Fireball. En getið gett hann að Sean the Ball, skidabang bang. Þannig að gæðin sem tala svona hann að Shut the girl, let the girl. Þetta bara World Cup? Já, veit ég hver þetta er? Nei, ég veit ekki hver þetta er, en ég hef þetta lag, skilur þú? Sean the Paul, já. Þannig að hann heitir eitthvað Sean the Paul, ég verði að finna hann. Já, bara Sean Paul. Sean Paul, já. Skip the girl. Já, hann er alltaf no lie, byrju, hvernig er þetta lagið hérna? Shut the girl. Byrju, hann að no lie. Veitu, hvernig var hans part í því? Veitu, ég er að spila þetta hérna. Mónið er þetta ekki. Hvað ár er þetta? Nei, já, reyndar, nei. Ok. Ég geti verið tekið niður, sko. Skidabang bang. Já, nei, þetta var copyright. Hann er bara alltaf tilbaka sem öskandi ykkur lög. Skidabang bang. Já, skidabang bang. Heyrðu þetta? Skidabang bang. Hann er svo fokki fyndið gæði. Nice. Já, hann er með eitthvað. Ég veist hvað, ég held að Unnar langar vera á svona
Útvarpsstöð? Það fílar að Já, spila lög og hér á lækka í þeim og hækka í þeim. Já, ég fíla það, sko. Við erum kortir í að vera með þátt þar, sko. Ég held þú væri til í að vera á svona bylginni eða eitthvað svona. Já, ég geti líka verið á morgunþátt bylginni. Já, góðan daginn, velkomin inn að morgun kaffið með Unnari Steini. Við erum stemmingsföstudagsþáttur, sko. Já, ok, sorry. Við erum mánudagsþáttur endar. Jú, við getum ekki verið með pott og þátt að mánu. Freka þá, sko. Það er okkur í útvarpið. Jú, fokkið blöð og svo beint eftir blöð, görum við staðinn. Við vöknum klukkan hvað? 6:30. Já, við erum ekki satt þessu, sko. Vá, maður. Anna, ég veit ekki hvort ég setti þetta í story á Þetta var fyrir svona 2 mánuði. Við Ingi fórum í viðtal á Rás 2 klukkan 7:30 morgun. Og ég ætla bara að segja það, ég var með 0 svefn. Já, veit ekki margir, en Ingi býr í Njarðvík. Því að ef hann á að mæta klukkan 7:30 í Reykjavík, þá þarf hann að vakna klukkan bara 6. Já. Þannig að þú vaknaði klukkan 6 og svo sopnaði klukkan 4 og vaknaði 6. Eða bara svafst ekki. Ég svaf ekki neitt. Ég sagði ekki neitt. Já, þú mættir þetta bara eitthvað gaur í slutið. Líka máli, Ingi er ekki svo hinn venlegi maður, sko. Hann þarf 14 tíma svefn, sko. Já, hann tekur á 3 svefn á einu degi. Málið er, flestir eru góðir með svona 7-8 tíma svefn. Ef ég fæ þannig svefn, þá er ég samt bara upp í rúmi, bara, ég verð að fá meira, bara ég verð allavega 11 eða 12 tíma svefn. Þá er ég góð. 11, þú talar svo unga, það er bara óhald að fá 11-12 tíma svefn. Ég var að pæli, kannski er það, kannski er bara orðin allt og vanur. Já, ég held að. Ég veit það ekki. 11-12 Ég held að þú fattar ekki að þú ert alltaf þreyttur þegar þú vaknar, sko. Já, en ég er bara ógeðslega. Það er mjög eðlilegt, sko. Ég er bara erfitt með að fara úr rúminu, sko. Já, en heldur að það sé, það er bara normal, skilur við, hvað mennur? Já. Þú verður bara að vakna og þá ertu bara komin á stað, skilur. Bara fara úr rúminu og þá ertu bara að vakna, skilur. Já. Takk fyrir þetta, Tommi, þetta er lagi þarft að vita með að vara að vita Elvari. Við kjóðum þetta skamma stund. Ok, ég er útastmaður sem að góla alltaf með. Lögum nú. Ef ég fyrir útvarpið þá er ég alltaf Við erum 100% að fara að fá copyright. Nei, ekki þetta, íslensk lög er ekki copyright, sko. Við erum alveg að spila allt þetta shit, sko. Herru, fuck, förum yfir þáttin, segi. Já, við erum með lið sem að ég fari eins og náður í, sem heitir Hver er líklegastur. Herru, shit. Erum við að byrja á því? Fuck it, byrjum á því. Ok, fuck. Nei, byrjum á top 10. Þú erum top 10. Það er gott að byrja á hann. Nei, hann er með svona lið sem var raði, svona gíska á hvað er top 10. Við veitum ekki hvað, en maður ekki eins og við rauðum Spotify-lögin og það er svona hraðhristingur bara, þið er bara kamma. Já, ég byrjaði fyrst með þetta og þá var litið ykkur gíska á top 10 mest spiluð artista á all time. Þú kom svo með top 10 mest spiluð lög á Spotify. Þú byrjaði þetta trend og ég er þættur sem trendsetter. Þú ert þættur sem trendsetter, það var bara hárið. Ég er með 2 lista í dag. Mér langar að taka eitt bara real quick. Ég ætla bara að byrja á honum. Já, það er 2 top 10. Já, ég er með 2 top 10, en númer 1 er bara, hann er bara það galinn að ég þurfti að vera með hann líka, sko. Ok, nice. Og hann er semi-stuttur, sko, þannig, en þetta er svo að, sko, ég ætla bara að segja þetta á ensku, þetta er hérna á ensku, Top 10 most common birthdays in the United States. Ok, þurfum að segja, þú veist, 12. desember, eða? Já. Top 10 mest common afmælisdagar? Já. Finnst þér þetta merkilegt? Nei. Við erum aldrei að fara að ná það. Þangað til við giskum. Já. Ok, er þetta allt í jam? 10? Oh my god. Nei, ok. Byrjið bara að giska, skilur. Ok, 10. des. Nei. 12. november. Nei. 10. ágúst. Nei. 7. júli. Vera. 8. júli. Vera. 9. júli. Nei, ok. Þetta er allt í september. Ég skal bara gefa ykkur það. Allt í september? Allir þessi dagar í september. 1. september. Hvað er að gerast eða 9 mánuðum undan? Jólin? Jólin, já. Já, annar september. Nei, þetta er svona mest commonust, þetta er bara mest, hérna, það eru flestir fættir í sept, sko. Það er effekt, meira svo bara í Íslandi og blá og blá. Já, reynda þegar að segja, bróðum er fættir í sept. Já, það málið. Já. Ok, þið þurfum ekki að giska á, ég skal bara segja ykkur það. Já. 9. september, 19., 12., 17., 10., 20., 24., 3., 18., 16. Shit. Pæli hvað þetta gali? Þetta er 10 mest common. Ég verð bara að segja Allt í september. Þetta er vestiliður sem ég farið í. Já, þetta er ekki gott út af. Þetta var að fun fact. Þú getur beint bara sagt sturla, þetta hefði ekki verið sturla staðan inn í öðrum lið. Það var sturla staðarreind. Ekki sér liðir. Fokk ykkur. En ok, ok, quick and easy, flott maður. Þetta er the legit shit. Flott maður. Þetta er topp. Geggjaður. Vákaru, skemmtilega maður. Soft maður.
Þetta er fucking soft maður, hvað er soft hvað er soft Ok strákar, þetta er top 10 í dag Já Þetta er official listin Þetta eru ég er að fá hérna brainfart í því hvernig að segja þetta á íslensku þannig ég vil bara segja þetta einsku Top 10 most visited countries in the world ok, þetta er skemmtilegt Þannig þetta eru bara top 10 lönd bara fræðustu löndi til að ferðast Ég er alltaf mjög góður landafræði þannig að Ísland, nei Þetta er Bandaríkin Já, Ingi tjekka með one-shot að þetta Thailand Herru, nei Ok, United States 72 á ári sem miljónum ferðamann sem að koma að það Já 72 miljónum túristar Ítalía Það er rétt, það er nummer 5 Ok, Ítalía 57 Þetta er Spánn Rétt, 93 í öðru sæti Hvað er most visited country? Frakkland í fyrsta, 102 Fyrsta? Hvað er fólk að gera í París? Ég veit það ekki Ég er svona gaman í París, það er ekki gaman í París Ég er farið til Parísar, mér finnst það bara Þetta er bara svona túristaborg Þetta er líka svo skítug borg Allir að reykja og hrækja hvort annað Það fucking skýta þessi Númer 1 Þannig þetta er Frakkland, Bandaríkin, Ítalía Þetta er sko Frakkland, Spánn, Bandaríkin Brasilía Nei, ekki rétt Not in the top 10 Japan er í 9. Ég var Japan 36 Þýskaland Herru, Þýskaland er í 8. What? 37 Bretland Hvað er marga eftir? Já, Bretland United Kingdom, 41 million Hvað er marga eftir? Þeir eru fucking Þeir eru 3 lönd eftir Þetta er eitthvað meira Þeir 4., 7. Kína og 10. Ég held að ég var í góður, Ingi, þú er búin að ræða pakka saman Ég sko veit löndin, ég veit mín lönd Ástralía Nei Indonesia Ástralía, það er ekki bara kontinent Indland Eyjálfa er kontinent, Ástralía er land í Eyjálfu Hvað er þá Eyjálfa? Það er Ástralía og Nýjasland og allar eyjarnar í kring Actually Ég held að Ástralía var 10 eitthvað Indland Nei, skil ekki maður Indland Nei En þetta er svo fjölmenn lönd, ég held að fólk að vera að gera þannig eitthvað Ok, 10 eitthvað En hann Þetta er bara svona Já, þetta er vókalstinn sko Já, svona vókalstinn Svíþjóð Nei Holland Nei Þetta er Kanada, nei, þetta er ekki Mexico 45 million Já Ég hef heyrt að Mexico er guðsýr staðir sko Er 2 eftir? Já 4. og 10. Ok, þetta er eitthvað í Asíu, Ingi, við erum að slípa á hann samfélag sko Ekki Asíu What? Þá er þetta Rússland Nei Það er 2 eftir Er ekki bara erfitt að komast inn í Rússland? Er þetta eitthvað Ameríku? Nei Þetta er allt í Evrópu? Já Eitt í Afríku? Nei, þetta er bæði í Eitthvað í Evrópu? Suður Ameríku? Nei, þetta er bæði í Evrópu Já En hann er búin að gefa okkar Þannig að þá er þetta Nei, eitt af þessu er mjög svona popular núna Svona eitt af þessum löndum Popular núna Það er svona Hvað er að tala um það? Líka Við getum bara drilla henn Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland Þetta er Belgía Þetta er Pólland Nei, ég var reyndar að búa Þetta er Úkraína, ok eitt að byrja með T Tyrkland Já Út af því að Turkey, er það ekki Turkey og Tyrkland En fólk er fyrir hárigræslum það er nefnilega mál Það er sko 60 Það er sko í 4. sæti 60 What the fuck Það er crazy Og síðasta er það sem er svona recent Svona frækt núna Eða svona Allana hjá Íslendingum Hungary Budapest Nei Frækt í Íslendingum Þetta er eitthvað heitt á Fánan er Nei, ekki gera þetta Við langar ekki að skjáða þetta sko Það er einhver hlustandi bara að öskra þetta sko Já, örgulega Já, við erum búið með Spán, Frakkland Portugal Nei, það er enda sjokk sko Ég held að myndi vera sko Það er enda crazy Þetta er Ítalía, þetta er Króatía Nei Þetta er Ég er alveg smá sjokkt að þetta sé í 10. sko Cyprus Nei Þetta er Ibiza Nei En Ibiza er líka partur af Spáni sko Já, þetta er svona Tenerife Mallorca, það er líka Spán sko Ég þarf eiginlega bara að gefa ykkur hint Já, ekki gefa ykkur hint Hvernig hint? Segðu eitt litur fánanum Ekki
Einn litur blár úr fánum. Það hjálpar ekki litmildu manni, sko. Nei. En þetta einhvers þarna í... Þetta sko Fraklandsvis, ég að hugsa bara... Það bara 2 litur í þessu, einn af mig blár. Ok. Þið hljóta. Er þetta... Boys. Ísland, nei, það rauður þar líka, sko. Hvað... Hvítur og blár fáni, boys. Hvítur og blár fáni? Landið eiginlega bara hvítur og blár líka, sko. Já. Hvítur og blár? Hvít og blátt líka. Boys. Fánin hvítur og blár? Nei, það einhver að öskra núna bara á. Það einhver að fucking missa, sko. Býtu, hvít og blár, bara hvít og blár. Heimurinn hvítur og blár. Já, með það lag, já. Býtu. Þetta Búlgari... Boys, hvað er að gerast þetta? Hættu. Hvítur og blár fáni, það bara einn til. Það bara UK. Nei. Við erum búin að segja það. Það hvít og blátt. Hvítur og blár, hvað? Þetta heimskir maður. Bara Ekki gera þetta. Hvar... Ég get ekki eitthvað meira, sko. Nei, ekki gera það meira, heldur. Þetta er popular með Íslandingur núna. Já. Hvað er Íslandingur? Stupid popular, það allir að fara þarna. Stupid popular? Allir og mamma og afa og grandparents. Þá svolítið að hugsa þess ekki, hvert er allir að fara? Ok, ég skal reynda að vera hreinskilinn. Nei, þetta er ekki það. Hvað? Hreinskilinn hvað? Segð það bara. Jú, þetta er, ég held að þetta sé Evrópuland. Er þetta ekki Evrópuland? Nei, jú, ég held að þetta sé Evrópuland. Þetta er Afrikaland. Ef þetta er ekki Evrópuland, þá erum við að fara... Á ég að googla núna? Já. Ok, byrju, fuck, shit, kak. Hvað, helst ég bara eitthvað Asíuland þá? Nei, ég er bara ekki alveg 100% viss á þessu. Nei. Er það Asía eða er það Afrika, er þetta kannski ekki, er þetta partur af einhverjum landi? Það hlýtur að vera. Europe. Ok, Belarus, þetta er Króatía. Nei. Bara hvítur og blár. Þetta er ekki hægt. Jú, byttu. Við erum að eyða svo miklu tíma hérna. Búlgaría, Slóvenía, hvað stafir er þetta? Gríkland! Oh my god! Fuck. Hvernig náðu ekki að splört þessu út, maður? Gríkland. Þetta er alveg datt út. Brain poop shit fart. Brain poop fart. Nei, svona ándjóð. Ertu ekki að grínast? Ég byggðast afsökunar fyrir það. Já, líka. Ég skil ekki hvernig... Það er ekki sem að rauður og sveittur og graður núna. Við eittum svona 10 mínútum. Bara í senastalandi. 10 mínútur? Fuck, shit, maður. Þetta var hæðilegt. Herru, ekki bara drífa okkur í minni og ég vil bara breyta þetta... Reyndar, þú ert með klikkanlega í dag. Sko, þetta er nýrlegur. Anna... Nei, Unnar. Við minn næsta lag, Bleikur og blár með Friðrik Dór. Þetta er þetta gott skitt, sko. Gæði sem er með podcast, já. Já, úsinu. Shout out að Frikka fucking Dór, man, holy shit. Ég horfði á tónlistarmenninu okkar með honum. Já, hvað var það fyrir viku eitthvað? Fuck me, maður, ég táði það hendan. Respekt. Já, hvað er þú með? Respekt. Þetta heitir Morphís-keppnin. Já. Ef þið, Unnar, þú veist hvað þetta er. Já, þú veist ekki hvað þetta er. Nei, ég sko kom með hugmyndina og greinilega er þetta einhver keppni. Já, þú ert að fara að koma með topics, þetta ég segi útskjárlega. Þú ert að koma með topic og ég og Tommi erum annað með að móti. Þú eru alltaf að ákveða hvað eru með að móti. En ef ekki að skipta alltaf bara, ég byrja með og Tommi móti. Þið fáið 1 mínútu, ég kem með hlut og ég segi Unnar, þú ert sammála þessu, Tommi er ósammála þessu. Það er líka partur af morfísningi að þú ert með tíman og við veitum ekki tíman. Í morfískeppnum þá ertu akkurat þegar að hitta 4 mínútur eitthvað. Ef þú fyrir lengur tíma en eftir tíman þá farið mínustig. Langt sín að horfa á morfís. Þannig að þú tekur tíman ekki. Já, ég set á timer. En hvað ertu mörg topic? Það er bara 3. Ok, þannig að verður sigur hér í kvöld. Já. Þannig... Og það er einhver á móti tvisar og með einu sinni. Já, sko, þetta er, þið fáið 1 hlut og einn af okkur er ósammála, einn af okkur er sammála og þið að reyna að koma ykkur út úr þessu og Ef við bara sannfæra þig. Já. Og þú kýst hvort var betri. Já. Ég kýst, hlustendur Þannig að komdu með topiki og segja hvort er með að Heyrðu, fyrsta topiki Ég er bara að missa ykkur 100 kaloríur innan, sko. Það er crazy, sko. Fyrsta topiki þú þarft ekki skóla. Og Unnar er ósammála, Tommi er sammála. Já, smá vonast Ég ætla að byrja á að Unnar Gerum þetta. Nei, Tommi. Ég ætla að byrja á Tomma. Tommi er sammála. Og Ingi, þú segir ekkert eitthvað 10 sekundur eftir henni. Þú bara tekur tíman og stoppar þannig búinn. Já. Þú bara stoppar mig þegar ég er búinn, skilur. Nei, þú stoppar, hann stoppar þig.
Já, hann stoppa mig. Þú jappar í mínútu straight. Já. Þannig, Tommi þú ert sammála að þú þarft ekki skóla. Ok, let's go, fuck, þetta verður eitthvað meir. Þetta byrjar eftir 1, 2, byrja! Herru, skóli náttúrulega bara gríðarlega mikilvægur. Ég meina, þú sér bara... Nei, þú ert að miskila, þú ætti að vera... Ég sammála, hvað meinarðu? Þú ert sammála að hann tilgangslaus. Ok. Nei, ok, ég skil. En þú ert á móti skóla. Ég á móti skóla, ok. Bara það sem svo að þessi fatti. Fuck skóli. Já. Let's go, byrja það. 1, 2 og byrja. Þú náttúrulega þarft skóla og bara ekki neitt. Ég meina, þú getur grætt pening á netinu svona, easy. Þú þarft ekki eitthvað gráðu til að græða pening í dag. Fyrir 100 árum, þá var ekki svoleið, skilur við. Þurftir að fara í skóla, þurftir að vera með gráðu. Þú getur bara grætt peningi úr pípari. Nei, ekki í dag. Þú getur bara googlað þetta allt, horta á eitthvað YouTube, eitthvað trading, eitthvað stocks. Þá var þetta bara komið millu, skilur við. Ég meina, peningur mikilvægast að fyrirbæri bara, þú þarf pening, skilur. Og það ekkert mál að græða pening núna, bara á netinu, bara, fucking TikTok, skilur, TikTok, YouTube. Þú getur bara gert alls konar, skilur. Þú þarft ekki skóla, þarft ekki gráðu. Og það, ef þú ferð í skóla, það er að waste of time að fara í skóla. Það er að waste of time að fara í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla, alla þessa skóla. Þetta er bara tímaæðsla, peningaæðsla, þú getur grætt pening á netinu, hvenær sem hvað sem gera þetta bara. Easy. Bara, ég meina, sko bara, Andrew Tate, skilur. That's time! Boom. Ok. Skoða bara Andrew Tate og hann endur þetta vel. Smá, hvað segir maður? Já, ég var smá stafam og svona vissi ekki alveg hvað, Þú rannst út úr orðið. Hit the time. Og núna það Unnar, þú ætlar að segja af hverju skóla mikilvægur. 3, 2, 1, byrja. Ef að fólk fer ekki skóla frá unga aldri þá að lenda það eftir á í lífinu. Þú kannt ekki að tala og kannt ekki samskipti við fólk. Ég meina, litlu bara Inga, hann droppa á menntaskóla mjög early. Ég meina, í dag hann kann ekki samskipti. Þannig að, ég meina, eins og Tómas sagði, hann sagði að það er létt að fara bara í, þú græðir bara pening á netinu, þú þarft ekki að fara í skóla, þarft ekki að gráðu, þú græðir bara fullt af pening og peningur er mikilvægur. En Tómi, ég spyr nú bara, hvernig ætlar að græða pening? Þú talar þetta sé svo létt, þú fer ekki bara á netu og græðir fullt af pening. Ég meina, það er alls konar scam til á netinu, ef þú heldur og þarft ekki í skóla og fer bara beint á netu og græðir eitthvað pening, þú ætlar bara að enda bara einhverju scami. Ég meina, sjá bara Sergio Herrero, hann er að plata ykkur gaur til Dubai eitthvað, bara, komdu með mér til Sergio Dubai. Hann er að plata ykkur fólk til Dubai og bara þú þarft að mennta þig og bara upp á framtíðina bara að þú getur að þú bara getur myndað tengsl og tala við fólk og lært aðeins bara hvernig lífið virkar og þetta er miklu flóknar en það er bara að fara á netu og stofna eitthvað kors og Time! Takk fyrir. Ok, máli, ok, ég þarf að byrja að segja hérna. Unna náttúrulega... Nei, þú er búin með mínútur hérna. Þið megið ekki tala. Ég ætla að koma með a decision og ég ætla að ég verði eiginlega að gefa honum Unnari þetta. Unnar fara eitt. Málið Unnar hefur náttúrulega hort á Morpheus miklu oftar en ég, Hann var aðeins meiri próf í þessu, ég var bara eitthvað að spita. Mér fannst eiginlega, ég ætla bara að reynskja, mér fannst eiginlega Tommi betri, ég veit ekki, það bara svona, hann byrjaði að stama smá, hann rann út úr orðum, ég skilur mig. Þetta á að vera stressandi, maður veit ekki hvað ég var fokki stressaður, Stressaður? Og, þú veist, einmitt, ég no-joke að segja, ég meina, takta bara, Inga sem dæmi, ég meina, hann alltaf droppa út, ég no-joke, ég var bara að fara að segja það sama hús, Ok, allavega Unnar að vinna 1-0. Tommi, ef þú nærð þess ekki, þá getur ekki unnið eða jafna. Heyrðu, nú er ég með, væntanlega. Já. Fótbolti er hættulegur. Unnar er sammála að fótbolti sé hættulegur. Tommi er ekki sammála að fótbolti sé hættulegur. Ok. Nú er ég ekki sammála. Þú finnst fótbolti... Nei, þú ert á móti. Mér finnst fótbolti ekki hættulegur. Já, þetta er fótbolti er hættulegur. Já, Unnar, þér finnst fótbolti vera hættulegur. Já, ég er sammála. Já, og Tommi er svona með fótbolti er ekki hættulegur. Ok, vonandi skilja hlustendur þetta líka. Þetta er fokkin flókið, Ég ætla að byrja á Unnar, væntanlega. Já, ég ætla að byrja á Unnari. Ég á að segja fótbolti hættulegur. Já, þér finnst fótbolti vera hættulegur. 3, 2, 1, byrja. Ég meina, maður þarf ekki að googla nema bara einu sinni eða fara á TikTok og YouTube til að finna hræðileg myndband. Maður googla bara bad player injury in football
og þú sér bara opið beinbrot hjá einhverjum gaurum bara á pitchinu og þeir eru bara búin að gjöra svona rústa karriérinu sínum í bara alveg til efiloka. Þetta er rosa high risk karriér. Mér veit ekki hversu marga ég þekki sem að voru í fótbolta og slítu korsband eða hætt út af meiðslum, hversu margir meiðast þeir eru í fótbolta. Allir sem æfa fótbolta, örugglega 80% meiðast illa á ferlinum einhvern tímann, sem þýðir að væntanlega fótbolta hættulegur ef meir en 80% meiðast. Já, maður slíta margir crossband á ferlinum, það allir detta út kannski hálft að maður heyrir Haaland klára ekki tímabil út þegar hann gerir hásinn, slíti þetta, slíti hitt. Slíta, þetta eðlilegt að slíta hluti líka honum þegar þú ert að spila eitthvað sport eða þú ert að vinna við eitthvað. Þetta stór hættuleg íþrótt og ég tala nú ekki um höfuðhöggin. Það getur stór hættulegt að skalla bolta eða skalla annan mann eða fá löpp í hausinn Time! Fuck maður. Þetta var vel gert Já, fólk ekki búist við þessu. Fólk myndi búist að það var auðveldar að vera að fótbolti sé ekki hættulegur en hann stór hættulegur. Tómas, þetta grínast. Þér finnst fótbolti ekki vera hættulegur? Já. 3, 2, 1 og byrja. Ég held persónulega að það voða erfitt að meðast í dag sko. Ég meina tæknin, hún orðin svo góð, það eru leggklífar, það eru skór, allt þetta stöf. Þú ert með svona hjartamæla á þér, þú ert bara með allt, það er allt kerfið í gangi skilju og með fullt af læknum, fullt af þjálfurum sem að þjálfa til að vera betur og betri og það er bara mjög erfitt að meðast í dag. Það er bara staðan. Ég meina þú ert þjálfaður til að vera bara til að geta spila 90 mínútur vik eftir viku og það er bara mjög rera menn meðast og þú veist, ef að menn meðast þá er það bara quiz bam boom og þú er bara komin aftur á 2 fætur og það er bara svoleiðis og ég meina það er komin öll þessi gel, matur, ég meina mataræði, þetta er bara alltaf á 10, það er bara mjög sjaldan að menn meðast og það er bara tæknin er bara það góð og það í framtíðinni mun enginn meðast. Í framtíðinu mun bara, þú veist, AI-ið og þú veist, allt það stöf, það er bara það gott og bara læknis og það er bara læknis sem getur bara lækna á 2 sek, skilju, þetta er bara orðið það gott, skilju og það er bara staðan, ég meina, ég held persónulega, ég er ekkert meðst í fótbolta, sko. Wow, við erum orðið betri, maður fann það strax, við þurfum bara 1 round til að hitta. Þeir eru komnir in the mode. Sko, þetta var gott round. Þegar ég skrifaði fótbolta, Dóti, ég vissi að það myndi vera gott. Unnar, þetta var góð punktur með skallinn. Það er mjög hættulegt. Ég tala nú ekki um höfuðhöggin. Ég er eðlilegt að slíta. Hann tala um tækni. Ég kom bara leggklífar, það tækni. Sko, já, leikmenn eru með leggklífar. Já. Leikmenn, það er eina vörnin sem þeir eru með. Eiginlega, en svo eru leikmenn, sumir eru með grímur. Sumir eru með grímur, sumir eru með sem að Benzema sett á svona teip og svona Peter Check já, hann var með hjálm ég er enda að glemta teipinu, sko, það er mikilvægt ég tala ekki um teip en ég, sko eins og þú sagðir að þeir meiðast mjög oft eða eitthvað 80% og já, en ég verð að segja að það er venjulegt að meiðast það meiðast sig allir það er hættulegt að meðast. Það er hættulegt, já, en það er partur. Því að fótbolti er hættulegur. Er það ekki partur af lífinu sinni? Þú mátt ekki segja neitt meir. Já, reyndar, þið með ekki tala. Eða smá svona eftir. Mínustig. Nei, þannig að allir meða sig. Já, er það ekki hættulegt að meða sig? Það er hættulegt. Don't talk. Hey, stoppa. Mínustig. Ég ætla að segja, það er hættulegt að meða sig, en það meða sig allir. Sama hvað það gerir, það er bara partur af lífinu og það er ekki nóg gott, en maður meði sem frekar í fótboltheldur en á skrifstofustarfi það er hættulegt að vera í fótboltheldur en skrifstofu. Do you want me to detect hvað sem er? Hvað er það að henda um keppinni? Give you a minus point? No, sure not. And sip up. Yeah, okay. Nei, sip it. Sip up. Nei. Ég er náttúrulega bustanklefa. Oh fuck. Ég ætla að gera þetta spennandi, þannig ég ætla að gefa Tómas. Yes! I work hard. Já, hann spittaði, ég verði að lega 9 á með, ok. Þegið þú. Bitt í stig. Ég gæti ekki. Ég til að gera spennandi, það er náttúrulega final round, sko. Málega, ég gæti ekki tekið þátt svona Morphís eitthvað. Eða eitthvað svona. Ég veit ekki okkur, ég var ekki. Alltaf stressandi. Já, alltaf stressandi og maður þarf að tala svo hratt. Ég er ekki góður í að tala hratt og líka hvað er upplöstukeppnin eða eitthvað. Ég bara. Stóra upplöstukeppnin? Já, gleymdu, sko. Heyrðu. Sjótt fólk tala svona, ég bara, never. Ég ætla að segja orkudrykkir eru vondir fyrir þig
Unnar, þú ert sammála, Tommi er ósammála. Oh my god, maður, mér líður sem ég sé alltaf að fá, ég vil fá hitt, ég fæ hitt. Ég vil fá það, ég fæ það ekki, skilur. Hvor að byrja? Þannig ég er, þú veist, ósammála, nei, þú veist, orkudrykkir eru góður fyrir. Það byrja ekki Tommi, ég byrjaði á... Motherfucker, maður. Já, Tommi byrjar. Heyrðu. Motherfucker, maður. Ég vildi að vera með hitt, sko. Þetta var spennandi. 3, 2, 1, go! Ég meina, orkudrykkir, þeir eru náttúrulega algjör snilld. Þú veist, ég meina, þetta er bara svo kaffi, skilur. Þú veist, menn eru búin að vera að drekka kaffi í 1000 ár. Ekki að tala um nei. Menn eru búin að vera að drekka kaffi í 1000 ár. Ég meina, þetta er bara þekkt dæmi að koffín, skilur, þetta er bara geggjað stimulant, skilur, drekka koffín og þú veist, er bara fókusað strax bara, skilur, og getur bara gert það sem þú vilt gera bara strax, bara drekka koffín og bara byrjar að vinna í þínu verkefni bara strax, þú ert bara geggjaður og þú bara það bara, þú veist, einn nokko, einn kolla, bara bla, whatever, þú getur bara fully focused og tilbúin í daginn, skilur, byrjar í daginn á nokko eða kaffibolla, eða bara skiptir ekki máli, bara eitthvað koffín eða, þú veist, orkudrykkur, bara byrja daginn á því, þá var það bara geggjaður í daginn og þetta var bara geggjaður dagur, þú verður bara fully focused og þú verður bara focused on your goal og þetta er bara, þú veist, nei, fuck maður, shit, time! fuck, Start the time. Þetta var alveg fínt. 3, 2, 1, go! Rannsóknir hafa sýnt til margra ára að koffín eykur streitu til langtíma. Þetta er short term fix. Ef þú heldur að þetta sé hjálpa þér, en í rauninni eykur þetta streitu og þú verður þreyttari við daginn. Rannsóknir hafa einnig sýnt að koffín getur aukið hjartsláttartruflanir. Það getur valdið hjartsláttartruflanir. Of mikil neysla koffíns getur aukið hjartsláttartruflanir, jafnvel hjartaáfalls. Við höfum séð fjölmörg dæmi þar sem fólk hreinlega deyr úr ofneyslu koffíns. Koffín og orkudrykkir eru oft stútfullir af alls konar sætuefnum, aspartamefnum sem að rannsóknir hafa sýnt að getur valdið krabbamæni og öðrum illkvinnum sjúkdómum. Koffín er rauninni bara, short term fix sem að þú getur ekki sem að þú ert bara að hjálpa þér bara í klukkutíma og það er eins og Tommi var að tala um áðan að þetta hjálpa þér og getur gert allt, það er ekki neinar rannsóknir eða sannanir fyrir því. Þóttu við höfum drekka kaffi margra ára, fólk drekka kaffi en orkudrykkirnir, hann er að tala með orkudrykk. Time! Thank you. Fuck, maður. Wow, ok. Ég skil ekki hvernig þú talar eins og svona læknir. Ég ætla að svara Tommi líka. Tommi sagði á áðan. Ég veit það. Það er okkur erfitt að byrja, low-key. Ég er bara ég er ekki góð leikari, ég er hljómað þessu læknir. Þá getur gæinn pikkað upp á... Ég lóki bara, ég vissi ekki, það er ekkert, orkudrykkir er ekkert eitthvað það, skilur, góðu, skilur. Já, Tommi er alltaf þegar að tala með þessi vantur. Það er eitthvað full focus eitthvað, ég vissi ekki hvað þetta segja, no joke. Tommi, ég fílaði þitt, ég fílaði gott fyrir, drekkur það, búm, þú ert tilbúin í daginn, skilur mig. Ég fór meira rannsóknarleiðina. Já, og það ég vissi ekki. Yfir tíma þá. Ég var gett róleg. Ég þóla ekki hann ég var svo tregur líka pælt ég að lenda þessu gæði í partíi. Og er tregur, sko. Þú sagðir að sumir hafa dáið. Menn hafa dáið og drukkið á mig koffín, já. Það var hjartaáfall, bara hengi hjartaáfall. Er það bara hægt? Já. Þetta er málið. Þú getur dáið hjartaáfall. Ég vildi fá þitt, sko. Ég vissi þetta ekki. Þú getur dáið hjartaáfall, sko. Og ég reynda vissi frá að ef þú drekkur orkudrykk of mikið þá hættir hann að virka. Já. Og gerir meiri þau. Ég vissi það. Mættir alþingi hérna, sko. Það er svo góð. Þetta er geggjaður leiður. Já. Ég fílaði stemmingunni í Tomma en I just got the facts, tell me, it's alright. Svo ég verði að gefa unnar I just have the facts. Ég hef líka gefið honum þetta. Ég veit, það líka fekk bara aðeins erfiðari með senast að skilur það miklu erfiðar, léttar að vera mótið þessu. Já, það er miklu léttar að vera mótið þessu. Ég tala ekki sætuefni. Líka hvað var hann að skóli, ég var að segja skóli verið góður. Maður vinnur bara með því að segja, ég er bara komin að fórum förmjöla, maður þarf að segja þetta rannsóknir á sýnt, svo segir maður bara, ég tala hann ekki um þetta. Ég tala hann ekki um, það er mikilvæg punktur. Og þetta var svo gaman, ég var meðan Tommi var ræðin sína, þá var ég að undirbúa mín haustingi ég var búin að ákveða byrjunina rannsóknar hafa sýnt og þess að segja bara byrja tíman ég var búin að ákveða ég teki næst sko ég skal koma með alvöru spurningar næst hvað er með eitthvað crazy shit þetta var svona góða spurningar sko fótboltinn sérstaklega fínar en herðu þetta var góða þáttur Unnar, segðu hvað þú ert með já ég er búin að segja þú sagðir þetta var góð þáttur aftur
Þú ert alltaf að kalla lið Nei, ég var ángast að tala um að þetta væri bara góð þáttur sko. Ok, mér finnst það bara skemmtilega þáttur. Jú, vissulega Þannig að ég ætla að henda okkur síðanstallið liðin okkur í dag sem er hver er líklegastur Ok, ekki, nei, Motherfucker Ég er með 7 spurningar í dag og þetta er svona 50-50 Fyrstu 3-4 eru bara eðlar og svo senstu 3 eru hardcore Þetta eru bara brúta, það eru bara ókýrslegar Það eru viðbjörn Ég gæti að enda þáttum bara einhverjum Senasta spurningin það er að fara bara fólkið beint yfir hana sko. Ég er bara sleppinni sko. En ég kem með hana Þið getur labbað út Við byrjum þetta með eðlilega Ég er búin að labba út í senustu töðum Já, ég veit það Við byrjum þetta með eðlilega Númer 1 Hver er líklegastur til að verða pappi? Og bæði við erum allir samleið Ég getur líklegastur Er ekki bara allir? Nei, fyrstur á okkur Ég klára þetta ekki Hver er líklegast að vera pappi fyrstur á okkur? Þú ert elsturinnar Ég er það Obviously er ég svona augljósasta svarið En Tommi er svona pappalegasturinn sko. Ég er annarkvört að pæla í þér Ég held engin bara reynskilin sagt Ég held að þú átt mér ekkert mikið eftir eignast Alright Það er svo fyndið Við erum lúmst stundum að búlja Inga í hvernig þetta sko. Við þurfum að hætta Ingi, þú er geggjör Nei, hann er gott að þess að byggja hann Ég myndi segja Ég var bara nice and easy, quick Unnar og þú ert elstur á okkur Já, ég sé bara 3 árum eldri Það þýðir ekkert endalega Ég eignast börn undan eitthvað sko. Málið er Ég er líka bara, Sko, málið er Ef ég myndi eignast barn núna Segð það bara Ég held að ég myndi alveg geta Ég held ég væri flottur Já, þú ert pappalur Ég held að segja Tommi Ertu alveg vissur tilbúin í það? Já Það er engin eitthvað tilbúin En eða myndi bara fuck Push comes to shove Push comes to dick Allt í nefnum það Ég held ég myndi bara geta það Já, ég segja Tommi út Hann er svona pappa Ég sé hann miklu meira fyrir pappi sem Tommi er Þú ert með svo langar vaktir og svona Hvernig ætlar að take care of the kid? Þetta er að pæla í vöktunum Hann bara fæðingar og svona Sér þann ekki fyrir að halda þetta barni í vinstri eða? Þetta er líka ekki flóki, ég bý bara hjá mig á maður pa, það er ekki flóki að fá, ég bara hætti unni. Ok, erum við að gera vote eða erum við að... Ég held að segja Tommi, þú ert þetta kirkjulega kjóslega, ætlar að kjósa sjálfa þig bara? Já, ég langar smá kjósa sjálfa. Þetta er ekki kost, þetta er ekki keppni, sko. Ég kýs Unnar. Ég segi Tommi, þetta er bara við að segja hvað okkur finnst, bara. Jú. Maður getur sagt sjálf. Fuck it, ég held lúms bara ég, sko. Jú, fuck it, ég er bara að segja ég held segja þú líka. Ok, spurning nummer 2. Ok. Nice. Hver er líklegastur til að fara í stjórnmál? Eða sem Ingi segir stjórnsmál Stjórnsmál, já, Ingi náttúrulega segir alltaf svona eitthvað skrítið sitt sko. Já, ok Sko náttúrulega ég og Unnar vorum með hérna sketch sko Já, en Tommi hann sketch ekki með sem skein Tommi kemur úr stjórnmálafjölskyldu Já, basically sko Já, reyndar Amma mín er bara one of the most respected stjórnmálakonum of all time Já Hún var hérna bæjarstjórn í Garðinum og held skólameistari líka í skólanum í Garðinum ef ég er ekki að drulla, það var kannski aðfrekar, ég veit ekki og já, hún var á Alþingi, rétt þannig, þú veist, en ég er svo langt frá að vera ykkur svona stjórnmála gæði já, sér ekki fyrir pontinu og Alþingi vilju fórstu skæta hækkinni þetta árum með skami þá bara alls ekki ég myndi líka já, þóttu komur úr þessu svaka stjórnmálafjölskyldu þá held ég myndi segja sjálf mig og ég er bara svona ég gæti ég myndi ekki gera núna mér finnst bara eitthvað típist ég er svo típus og gæði þess að allt í henni gera þetta svona 30 ár ég trúi alveg upp á sjálf mig ekki það með langar eiginlega alls ekki sko heldur þú mynd bara allt í henni enda ég held ég bara hvernig ég hefur að lifa mínu lífi ég held ég bara allt í henni muni fanga flugur sem er núna verið þú og það málega ángríns sko ég er náttúrulega aldrei að fara að segja 69 sko nei, hann náttúrulega gerði ekki hann er bara ekki 69 nei hann líka myndi breyta bara eitthvað kók bara kosta 10 krónur hann myndi breyta bara eitthvað kjaftaði ekki einhverju stöfi sem myndi skipta máli ekki einhverju mikilvæg nei ekki einhverju mikilvæg maður byggja skóla þú myndi bara eitthvað maður gera þetta frítt bara eitthvað skrítið stöf viljum að hækka vændi ok nei, ég er að fóka ég myndi að gerur þetta ranga takka hækka vændi þetta er aðdáðandi Tomma í Tomma-flokkinu Tomma-flokkinu ég hef gert líka vídeo sem ég er að promóta flokkinu minn þannig að TikTok-flokkurinn sko þannig ég sá ekki það þú ert eiginlega komin ég er eiginlega þetta mega sens fyrir mig þannig ég myndi eiginlega að segja já, ég kýs Unnar ég er aldrei að fara að kjósa mig að sýstina en það verður bara þú og númer 3
Okay. Hver líklegast til að skipta yfir í Samsung síma? What? Þessi skrítin? Ég ætla að segja Unnar. Hæ? Skipta yfir í Ég held að þú mútt vera bara, allt í henni bara, heyrðu, já, þau verða að tjekka þessum nýjum Samsung maður. Þú verður bara, sjá ekki gæðin. En ég er svona gæði sem að vill að hafa allt clean og hreinu og svona tip-top, veist ég. Unnar er mesta svona professional síman á Við tökum öll TikTokina síma minn, sko. Já. Það er ástæða fyrir því. Þið catchið mig ekki með Samsung, sko. Ég ætla að segja þú. Sko, Nei. Ég held að sé engin á þeim, hver er mest líklegast? Ingi er bara svona emo. Nei, ég er emo maður. Bara ákveður sem emo. Þú ert að dissa fyrir eitthvað sem hann bara alls ekki. Þetta er Ingi eða Tommi eftir 20 ár. Tommi gæti orðið svona, hann verður pabbi mér fljótt, ég veit maður, hann verður pabbi 19 ára. Hann verður komin í svona pappa fitt, hann verður með gleru og allt í. Hann verður svona, ég er með alveg saman hvernig síma, bara Samsung en það fengt bara. Bara fengt eitthvað svona. Takka síma kannski. Þetta eru þið tveir, sko. Það myndi ekki make sense þú er með Samsung en mér líður eins og allt í einu kemur einhver Samsung síma út og þú eru bara háður honum. Skilurðu? Ég ætla að segja Tommi. What? Já, þú ert bara ekki með svona Hvað, út að ég verð fættu pappi eitthvað með einhver Samsung? Þetta er engin ákveð, ég er svona alveg líklegastur. Ingi er meira svona brainrot, hann vill hafa iPhone sinn og spila Fortnite sitt, sko. Spila Fortnite sitt og hlusta á emo-lögin I wanna die. Emo-lögin, ég var að sé, hlusta ekki. Hlusta á Juice WRLD, sko, hann er ekki að tala um að Papa Pills og shit. Já, jú, hlusta á hvað mér, Juice WRLD er emo, þú hlusta á Juice WRLD. Hann er ekki emo, maður. Ingi er svarið. 0,001%, jú, Samsung, Ingi. Ég kýs Ingi, ég breyðist, sko. Já. Þú segir ég, Ingi. Gekkja, maður. Þú segir ég. Ingi er 69. Já, ok. Ég er háður einhvern síma, ég veit að þetta ég veit ekki, þú verður bara brjálar út í hérna. Líka mála með mig, þú veist, ég er ekki svona eitthvað svona á hverju minnst að á hverju ári eitthvað new iPhone 17, ég er ekkert eitthvað, já, ég vil að kaupa hann. Þú veist, ég er oft bara með sama síma bara 6 ár, sko. Já. Ég veit ekki hvað það sé eitthvað skrítið. Nefna þegar þú fórst í heitabótinn með síma. Nefna þegar ég fór fokkin heitabótinn, já, ég var með iPhone 11 Pro sem ég fekk í fermingagjöf. Var búinn að vera með bara eitthvað 5 ára eitthvað. Fóð með hann í pottinn í sko sundskílunni, var bara með hann í vasanum. Fokkar símaháður. Já, nei. Jú, þú ætlar að taka hann með það. Já, ég ætla að taka, sko mér, ég var bara einn í pottinu, sko. Einn í pottinu? Nei, það varst ekki einn að stafa það. Fokk! Þetta verður bara verður til að sjá þetta vídeos. Fokk! Sér þetta ekki fyrir. Fokk! Ég er bara búin að gleyma að hann var í vasanum. Þannig ég er bara búin að tilla mér í pottinn. Nei, bara kortir sinna, ég vil ekki síman. Já, fokk. Þannig að þú ert líklega, jú, það er ástæðan hvernig leikur. Þú ert líklega með síman í pottinn og líklega til að kaupa, ég er þreyttur á þessu iPhone, ég kaupa bara Samsung Galaxy S3. Ég er bara ekki sammála þessu. Ég er ekki eins og tjóka. Þú hefur örugglega keypt Samsung, hefur ekki fengið síman hjá bróðinu með eitthvað. Já, svo fekk ég fókin iPhone 8 eftir þetta, sko, hræðilegt. En herðu, við ætlum að fara í spurningum 4. Já, let's go. Spurningum 4. Hver er líklegast til að kaupa sér snák sem gæludýr? Ég ætla að segja þetta er upp á milli Inga og Tomma því ég er hræddur við svona dót, sko. Ég hef aldrei Þú veist, ég er líka báður Kef, þú eru báður Njarðvík, þú veist, það er mikið snákum í Njarðvík og Kef. Ég er með KO. Nála flugvöllunum. Ég hef haldið á snák. Já, ég líka. Já, það málið. Það hefur alltaf svo kirkislöngu, eða? Já. Ég er bara litlum snák, sko. Bara svona tæni. Ég hef verið með bara risastóran, bara 10 metra bara í námið. Já, hvað á? Tenni eða? Það er til mynd, ég kannski setja hann upp. Já. Samt veit ég hvort sé með hann, en... Á tenni eða? Nei, þetta var í Flórida. Já, ok, shit. 2019. Var bara kirkislanga eða? Já. Ég myndi aldrei þóra því, sko. Ég skal finna þessa mynd. Verið með slöngu á Spáni eða eitthvað. En gætur átt það sem gældi? Ég á einn vin sem er á snák sem gældir, sko. Nei. Má það? Þetta er ólöglegt, sko. Hann gefur hann rottu unga að borða. Þú ætti að kaupa svona rottu, ætti ég ekki að segja það þessu? Ég veit það ekki. Það er þekkt að fólk kaupa sér snák á Íslandi, ólöglega, sko. Reyndar á þjóðhátíð 2005. Ég var að gista hjá okkur hérna konu sem var með 5 tarantúlur inn í herbygginu sem ég var að sofa í. Gaur, ég er ekki að grínast. Aldrei og þú ert bara líklegast. Ég myndi ekki meika það. Ég myndi bara að segja, ég er örugglega líklegastur, sko, en Er þið hrættir við kóngulær? Já, fokkin, mér er það bara litlar íslenskar, sko. Ég er ekkert eitthvað lítil könguló. Varst þú ekki krakkinn í fjórða bekk sem leikaði með Skordís hei, sjáu þess að ég er með lirfur að sleikja lirfur og ímá og hlusta á eitthvað svona. Nei, sko, ég vil vera góð við þessi dýr, sko. Ég reyndar fór á klósettið daginn heima og ég sá bara stærstu könguló sem ég sé bara í langan tíma og mér brá, sko. Ég fíla ekki köngulær en ég er ekkert eitthvað oh my god,
Skilur, ég er ekki skítrættur við einhverja pingu litla könguna, sko. Ég er þannig. Ég er mjög hrættur, sko. Og þú veist, ég myndi freka fá með snák sem eitthvað stóri gaurinn sem er hrættur við könguna. Þess að ég og Tommi, við erum mjög hávistin, sko. Tommi? Tommi? Nei. Ég ætla að segja... Vá, þetta er enginn á okkur. Ég myndi segja ég, sko. Já, líklegastur. Jú, þú ert svona úr KF, þú búið í Njarðvík allan ævi, þú ert líklegur svona smá handdrukkari, þú veist. Já. Handdrukkari eiga þetta oft svona. Ég er handdrunkari. Já. Ég runga yngar. Nei, ok, herðu, þetta var vond. Við ætlum að fara í lag leikurinn sem var með Aron Kristinn og Birni. Birni. Já, fara lagina. Ok. Smellur, svangallegur smellur hér. Við sjáum það skamast á stund. Hei. Nei, ok, herru, sorry. Hvít? Þannig að, já, það er hvítur hérna. Ok, hérna. Næsta spurning maður, fucking hell. Já, við ætlum að, næsta spurning, sorry, þetta er fjórið mitt. Ég ætla að segja Tommi Ingi, hvað segir þú? Ég segi þú. Já, það? Já, ég Tommi segir get Tommi. ekki sagt Tommi. En muni, eftir fjórið spurningu, þá get fucked up. Númer 4, 5, mitt. HK. Hver er líklegasti til að skrá sig í BDSM-klúbb? Veistu hvað það er, Ingi? Já, leður, rólar og Veit Ingi hvað það er? Já, sorry, Ingi er ekki fyrir. Það er líklegt að það er bara í svona klúbb, sko. Þetta er ekki bara, ef við eitthvað standar, þetta er ekki bara báður, segja Ingi. Þetta er bara Ingi, 100%. Númer 6. 100%. Förum við næsta lag. Ég held Tommi, sko. Já, ég líka. Sástu hvernig hann var í bústaðnum? Hann var alveg... Ok, við fyrir ekki það sem gerist í bústaðnum Stage. Settum mynda þessu. Nei, settum ekki mynda þessu. Jú, Tommi var að biðja mig. Ok, ég ætla ekki að klása þetta. Það gerist ekkert í þessu bústað. Það gerist ekki neitt. Ég veit ekki ekkert en við fyrir ekki að segja það. Ég held að hann væri til að tengur það. Já, Tommi hefur, ég veit að hann fílar svipur og svona og leður og ólar. Fíla ég svipur, við skulum ekki fara að ljúga. Það var svona rauðan bossa í munninum. Það eru krakkar að fara að koma på Tomma nýri bæði. Fílar svipur. Þú ekki að geta að semga hérna, klúbburinn hérna. Oh my god. Veist málega, Ingi er svona típa, sko. Við meðum ekki að ljúga. Nei, málega. Þið er hann að pinna svo mig. Þið er báður aftur þegar ég segja að svipurstrák og þú ekki er svona típa. Þið er hann að pinna svo mig. Ingi, þú ert þessi gæi, skilur. Þú ert bara að fara græðast í vinnu minn. Og þú ert bara til í... Þú segir alltaf. Þú ert bara til í alls konar shit. Þannig að það er bro. Þú ert bara svona, þú ert bara til eitthvað svona rugl, skilur. Jú, þú veist málega. Það er bara staðan. Ingi, alltaf þegar, ég veit ekki maður, þegar við slökkum á mækunum, þá býðum bara Ingi að totta svona á mækana. Ok, sorry. Þetta er rættilegt, maður. Förum við næsta lag. Ég þarf að kvæta út, sko. Herru, hvað er á þér, maður? Ég segi... Vil ég illa vel hlusta þannig, maður? Ég segi Ingi eftir 20 ár. Ég sé hann fyrir mér svona dungeon eitthvað svona. Ingi svona fertur, skrítinn, sveittur eitthvað. Ok, fynda spurning. Spila Fortnite eitthvað BDSM. Það verður að fylgja hann að spila Fortnite. Ok, sjötta spurning. Ok, þetta er HK líka. Ég ætla að tjekka mækunum minna. Nei, myndaðalni. Ok. Unnar ég náttúrulega alveg, sko. Hann er rugglega gæði, sko. HK. Það er fullur, ja. Það er ekki að gera. Við erum ekkert að kæta þetta út, sko. Nei. Ég var bara að segja hvort að myndaðalni sinna á Patreoni. Kóta með þetta HK-dæmið, maður. Sjötta spurningin. Ok. Herðu, fokk. Þetta gæti orðið brútal, sko. Nei, þetta er eitthvað til að ræða. En, þetta er óþægileg spurning. Ok, þú veist. Það er alltaf bara þægilegast að segja Ingi því að ég held að henni líklegast þetta. Góðum með þetta. Hver er líklegast til að kaupa OnlyFans? Hörru, ég spurti það þar. Já, við því það ekki? Nei, varst ekki með eitthvað, er ekki skrítið? Já, er skrítið að kaupa OnlyFans? Hörru, já, hvað var spurningin? Ingi sagði nei. Hver er líklegast til að kaupa OnlyFans? Nei, þú veist, Ingi sagði, þú veist, þegar Ingi spurði, er skrítið, þá sagði hann nei, sko. Ég held þú hennar. Ég held að þú ert með eitthvað svona... You know I can cut your mic right now. I can cut your mic right now. Já, ég cut hann. Halló? Ok. Herru, ég held að... Ok, við... Ákveð sér ég. Ég ætla ekki að vera. Ég veit ekki, ég held þú bara hendir í það einu sinni og... Heldur ég búin að því? Háða. Ok, ég held þú... Hendir, þú sagði nú tíma. Ég held að þú myndir bara hendi það einhvern tíman bara... Hvað, bara ég... Ok, þið myndir...
ég frekar ríkur eða ástæðan Ok, ef myndi kaupa OnlyFans hjá okkur stelpu, hvaða stelpu myndi það Ég sé fyrir mér að Tommi alltaf Tommi eða Ingi Ég voru ekki að heyra spurningu Hvað? Ég veit ekki, hvað stelpu myndi að kaupa Ok, þetta var ógæslega spurning Þetta fyrir Tommi líka Tommi er alveg að kynna sér Ég er bara að spurja ok Ég veit það ekki Þetta er bara Tommi Og ég sé líka Tommi á frekar mikið penninga, veit ekki margir en sem þýðir að Tommi er líklega til Ingi, veist hvernig OnlyFans virkar þú kaupir ekki áskrift en svo verða stelpur svo ríkar á þessu því að það er svona græði gaurur svo Tommi sem hefur pening sem að fara og biðja hann eitthvað hey, show me your toes and dip your toes in some mayonnaise hann elskar Dip your toes in some mayonnaise Nei, ég veit ekki með það Tommi er enda fílar sósur hann er með skrýðin king fyrir sósum hann elskar sósur að gera Dip your toes in chipotle mayo Þetta er bara eitthvað sem ég myndi aldrei segja þú verður að senda gælur að vera að gera þetta dýðu hún í hana og hann ég skal senda auka $50 svona ég segi Tommi Já, ég segi Þetta er galið Hvað er á talum Ég segi Tommi bara út af þetta en þú veist, ok, hvað stelpur myndi Já, það er komin að sletta skjára Þetta er bara automatic Ég var að testa ykkur Þú veist, ég satt bara, já, bara þessi bara, ói, ég var bara búin að hugsa með þetta grannlega Já, en ok við segjum bara Tommi Þetta er ekki Halló Hann er með bóli núna bara að hugsa um þetta, ég sé það Þetta er enda cool sko, við erum alltaf að segja Ingi sagði ég sagði Tommi sagði Ingi, þetta er áhverð Nei, ég segi Tommi núna eftir þessa spurninga Og líka með þessa sósu sem að þú sagði Já, ég segi, hann er með king fyrir sósu Já, það er líklegt, ég myndi byrja ykkur að gælum að dífa táknum fokkin sósu Majónis Og í maður, chipotle mayo líka Pour the mayo over you Já, ég er næsta spurning Ég borðaði chipotle mayo í dag sko Æja, ok Það er þilinn á sæðartu sko Það er það crazy Ok, ég kóta með þess að síðast Ok, síðast að við stöndum bara Ok, hver líklegast til að nota buttplug on the daily? Þú veist, hvað eru komnir út í? Oh my Ingi, ok, ég ætla að gefa smá sketsahugmyndina sem við höfum verið ætlað að gera lengi Ingi hefur alltaf langað að gera sketsin sem hann missir buttplug úr rassinum á sér Nei, en ekki úr rassinum og hann langar alltaf að gera þetta real, skilur Já, hann sagði, hei, við þurfum að methodakta þetta, við þurfum að fara í blush Já, og ég ætla að ángast að tróða ál, hann vildi fara stál, nei, ekki sál hann vildi stál buttplug, það er síðan sem að heyri svona þegar þetta er góð Já, einmitt Er ekki bara til stál buttplug? Nei, þetta er alls konar, gummi, timbur, harður timbursalan en þetta ekki að selja buttplug í timbursalun Sko, þetta var hugmynd en ég myndi ekki ég vil ekki tala um þetta Þú myndi köpa svona bleikan stál eða ekki, þú valdi að tala um það Bleikan stál Og þú hefur sagt, þér finnst það eiginlega að skeina Já, reynda, þú ert eitthvað svona skeinuking Stendur upp á skeinir og ert eitthvað svona að ferra aðeins lengra Ferra aðeins lengra, Ég held Nei, stráka, þetta er bara síðasta potti Þetta er bara komið Já, þetta er síðasta potti Nei, ok Þú veist, ræðum þetta bara eins og menn, skilur Vil ég prófa buttplug? Ég veit ekki núna Ekki núna, en mögulega í framtíðinni Ég er alltaf opinn fyrir Þú ert alltaf opinn Já, ég er alltaf með opinn raskat, sko Sko, já, ég ætla að segja Það er bara komið gott, sko Já, eiginlega, ég hef ekki bara kallað gott Fuck it, ég myndi að segja þessu spurningina Hvað, heyrðu Svo ég tók á stórnsopa hérna Þetta myndi mig hana Bird died Ok, heyrðu, ég skal bara fucking tróða þessu buttplug Ok, ég hef segjum Tommi, já eins og vill að Hvað okkur að segja þetta eins og þessi challenge Þetta þú ætla að taka á því Hvað, erum við ekki að fara að gera þetta eftir það? Nei, þetta var skrítin þáttum Það er ekkert alveg svarna, þetta er bara komið Við ekki bara að loka á þetta ef að segja þessi skilabóð Já, við þurfum að, þetta er komið smá skilabóðinni í lokin Leiðilega fréttir Já, ekki leiðilega fréttir Já, smá En vegna óvitanlega aðstæðan Ég segja Nei, máli, görum að stæla það sem ég segir Görum að stæla þurfa að færa smá sumafrí út af því að við erum að færa smá verkefni Það er svolítið stórt verkefni sem tekur smá langan tíma Huge Ingen frá að gráta Og við þurfum að taka pásu núna í júli lok júni í júli Allan júli bara en þið bara bíðið spennt og hlustu á þætti sem þið er eftir að hlusta á og bara þetta er alls ekki búið Ef þið eru að hlusta á þennan þátt núna og þú er ekki með að hlusta á 1, 2, 3, 4, 5 bla 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 fara að hlusta á þá, þeir eru ekki mjög góður líka og þið getur notið þeir eru ekki flotti líka ef þið eitthvað þetta bara klárið görum stæla og við mætum ferskir aftur í ágúst Er þetta ekki
mánaða pása? Já, eitthvað þannig sko. Þetta er 4 ára. Það ekki hægt að segja nákvæmlega hversu langt þetta er. Nei. En líklegast mánuður. Þetta ekkert, við erum ekkert farnir sko. Nei. En þetta þess virði sann sko. Þetta frí for the better. Já, við ætlum að segja þetta stóra verkefni, þetta verður, it's gonna be huge. It's gonna be huge. Það verður tilkynning. Þetta ekki bara eitthvað annað podcast eða eitthvað. Nei. Já, við erum að byrja að taka podcast, já. Það ekki annað podcast. Nei, það crossbar challenge eitthvað, það er að fara að koma crossbar challenge vídeo en það ekki part af tilkynningu. Ói, pælja það We're dropping a crossbar challenge. Við tekum pási í mánu til að gera crossbar challenge. Það er svolítið. Og það verður svo lélegir í fótbolta þurfum mánu til að græða þetta sko. Nei, þetta risastórt, bíspennt, það verður crazy og við munum sakningar. Þetta worth it. Þetta 100%. Þetta worth the wait af 4G Við getum orðað þannig, við erum að taka TikTokinu á næsta level sko. Já, við getum basically sagt það og þetta stærri en þetta podcast skilur. Það ég meina, ef þetta ekki stærri en þetta podcast þá myndum við ekki verið að taka þessu pásu sko. En þið býðið spennt og hlusta á alla gönnum þættina, haldið á að læka, sharea, kommenta, followa. Gerum þetta shit saman. Við elskum ykkur öll, GSM Gang. Við erum alls ekki hættir. Já, get ekki beðið það að mæta aftur í ágúst með Walking Style. 4 GSM þættir without us. Og það bara skemmtilegt stöf á leiðinni. Já, bara huge stöf á leiðinni, huge sketsar, huge shit, huge verkefni, huge dick. Gerum þetta. Ok, alltaf þetta. Nei, við sko ég farin. Takk fyrir í dag. Bara setti það þýðir að við þurfum að mæta. Herðu, bara takk fyrir í dag, GSM Gang. Takk að hlusta. Love you guys. Kom áttur, bye bye. Peace.